Velkomin í Alkast Þvottahússins á nýju ári, 2025. Gleðilt ár. Gleðilt árið, kæru vinur. Þetta held ég 100. og 130. þáttur Þvottahús Alkasts og hérna það ekkert smá. Það ekkert smá og hérna, við erum sem sagt 4 ára. Það má segja það. Fyrsti þátturinn kemur út í janúar 2021. Já, ég veit. Og byrjuðum við hérna í kjallarunum og húsinu við liðin á. Og þá með svona svolítið annað line-up. Það var aðeins annað line-up. Við vorum algjörlega græni bak við eyrun, ég og Davíð bróðir og hérna við vorum sko nánast ekki með búnað. Við vorum með 2 mikrofóna og ég veit ekki, bara nánast diktafón og einn kastara á einhverju byggingasvæði. Já. Svo sagði ég alltaf á konuna, þú mátt ekki labba of mikið á hæðinni fyrir ofan sko, þegar voru að vaska upp eftir kvöldmandinn sko, því það bara, og hljómgæðin voru ömurleg. En þarna síðan eru liðnir 130 þættir og áður við förum í gang þá ætlum við að minnast örstutt á þessa frábæru sponsora sem við erum með á þess að vera eða of miklu púður í það. Ég ætla ekki að fara með innan langlokur. En það er sem sagt Andri Æsland hérna í Rauðagerði 25. Hætta að væla, konta kæla. Það er það sem að segja við fólk, að fólk eigi að hætta að væla og taka ábyrgð á heilsunni sinni með öndun og kælingu. Og mér skilst það að sé að fara að bæta við líka svona sánutrítment. Já. Að vinna með hitakulda öndun. Geggjað. Þannig er hann að resetta taugakerfið. Svo er það, talandi hita á gufu, það er fargufa.is, þar ferðu inn og skráir þig og ferði í klukktíma langar gufur með meisturum, gúsmeisturum. Gúsmeisturum, hvaðan kemur þetta gús? Þetta er sánagús, þetta er danst. Já. Eða sænst eða eitthvað. Þetta allavega hét sánagús í Danmörku þegar ég var þar. Sónagús? Já, það er bara sánagús. Sánagús? Þetta er ekkert sonegús. Ekkert sonegús. Bara sánagús. Já. Og það er semst manneskja sem að stýrir hennar klukktíma langri gusu sem að skiptir upp í 3 lótur og það eru handklæði og blævangar og hérna ilmóljur og góð tónlist oftast nær. Já. Og svo kælt á milli lotna annarkot bara úti í snjónum eða úti í sjó. En þetta bjargaði geðheilsunni minni síðasta vetur og ég líði ekki. Já. Það er betri dagar eða gott CBD sem er okkar diggasti styrktaraðili til Ever. Já, bara til margra ára og það er sem sagt búð, vefverslun og í Raunheimum upp í Urriðaholtsstræti 24 þar sem hægt er að kaupa án efa langbesta CBD stöff sem til er allavega á Íslandi eða fáanlegt. Og þetta er til í alls konar formi. Þú getur, já, þetta eru oljur og paste og það er líka hægt að vefja þetta í jónur og reykja þetta sem blóm og svo er líka hægt að fá stíla. Einmitt. Og þannig að ég hef nú sagt frá því þegar ég notaði 60 mg CBD stíl í fyrsta skipti þá snýri ég honum öfugt þannig að hann leita alltaf út þannig ég veit alltaf á potunum aftur inn endaði með að klemma fast og svo þurfti ég að bíða bara með alveg saman herta raskennadar og svo hérna var ég bara slegin utanundir af CBD áhrifunum því að þú bypassar þá örugglega meltingakerfið. Já, þú bypassar heldur nýrun eða lifrin eða eitthvað annarkvort. Já. Og hérna, þetta er bara eitthvað fyrir krabbameinssjúklinga nánast. Ég var bara slegin út. Já. Bara miðum degi. En allavega, og vítamín og fæðubót og annað, bara betri dagar, gott CBD, hemp living, go for it. Já, og kannski minnast á, það er afsláttakóði bæði í vefverslun og upp í Raunheimaverslun í Urriðaholtsstræti sem er þvottahúsið og það með honum fáið þið afslátt. En að þessu loknu þá ætlum við að hefja hennan þátt og eins og þau kannski tæki eftir þá erum við ekki með viðmælanda í kvöld heldur erum við Arnór hérna sestir með tæknimanni honum Mikael Laclifi og hann hérna situr hérna og stjórnar öllu en við ætlum að fara yfir þessi mál sem snúa að fljúandi furðuhlutum og þá kannski svona svolítið þarna tengt þess öllum þessum þessu drónavesinni í sem sagt New Jersey. Eða hvað? Erum við að tala um dróna? Er það málið? Það er auðvitað það sem að yfirvöld, já, og fólk lagði upp með í byrjun en það virðist vera að breytast svolítið. Þannig að það er spurning, sko, við ætlum að taka 1 eða 2 þætti í þenni málaflokk því að við erum svona svolítið farnir að hallast af því við Arnóra að þarna
að við séum að fara að upplifa svolítið svakalega tíma hvað þetta varðar. Þetta er náttúrulega bara svakaleg kanínu hóla. Þetta er ótrúlega kanínuhóla. Og ef að maður dettur ofan í þessa hólu að þá einhvern veginn bara ekkert útséð með hvort og hvaðan þú kemur upp aftur. Nei, og ég hef upplifað svona, alltaf ekki svona 3 sinnum á síðustu 10 árum, þá detti ég í þráhyggjuástand. Og ég er búin að vera í nettu þráhyggjuástandi núna yfir jólin og ég líði ekki, ég hef verið að missa svefn. Já. Og þarna yfir heimsendaspám og því sem er að fara að gerast, hvað var það reyna miklu endurræsingu sem virðist mögulega að vera að fara í gang. Þessu tengt og við ætlum að fara inn í það. En það er náttúrulega sko, þú veist, þessi ljós sem að eru hérna svolítið búin að vera í fjölmiðlum á Íslandi, búin að vera talsvert meira í fjölmiðlum út í heimi, sérstaklega í Bandaríkjunum. Að sko, þetta er að því að mér skilst 3. árið þar sem að þetta fyrirbæri kemur fram á þessum sama tíma, eitthvað svona nóvember, desember. Já. Og þetta eru alltaf einhvers konar óútskýrð ljós sem bara birtast og gera í raun og voru ekki neitt. Nei, þau flögra bara eitthvað en þú segir ljós, þú ert þá að vísa í eins og netti eða orbs, þannig. En þetta byrjar einhvern veginn, þessi sena í New Jersey byrjar ekki þar. Þetta byrjar sem einhvers konar flíildi sem er okkur kunnug. Flíildi sem hafa þessuna vængjarspann og einhvers konar ljós sem eru í samræmi við einhverjar flugreglugerðir og en samt sem áður flíildi sem virðast geta verið stationary eða í standstill stöðu þessan í marga klukkutíma sem að dróna sérfræðingum og ég nú hort á nokkur viðtöl við dróna sérfræðingar núna síðustu vikur þeir botna ekki í þessum flíildum og það hefur verið sagt og af ekki minna merkari mönnum heldur en Ryan Graves sem við kannski komum aðeins inn á eftir sem að er sérfræðingur í flugi og lofthelgi og öðru og viðriðin þessi stóru mál TikTok og Gimbal og Go Fast og allt þetta sem kom út í New York Times 2017, hann segir í hlaðvarpsviðtali við Joe Rogan núna daginn að áætlaður fjöldi þessara flíilda og þarna gaft ég er eitthvað stóra bilinu 600 til 1000 stykki og þeir segja að þessi flíildi hafi verið að koma frá hafi frá hafi úti og það koma í fjöldum bara frá fjölda 50 upp í 100 stykki í einu og þetta sá ég líka eða fékk ég staðfest, ég horfði á podcast þátt, það er eitthvað þekktu podcastur í Bandaríkjunum sem að leigði bát stóran bát, svona listisnekkju með skipstjóra og þeir fóru að kvöldi til sigldu bara út frá New Jersey og voru búin að miða við eitthvað ákveðna tímasetningu sem miðaðist við hvenar þeir voru að koma normal og verða sýnilegir og þegar þeir voru komnir út á haf þá byrjuðu þessi ljós að birtast og þegar þeir töldu sem flest ljós út á hafi á leiðinni inn á móti landi þetta voru bara 20-30 ljós í einu Já. og þetta er alveg gríðarlega áhugavert og yfirvöld vita ekki neitt segjast ekki vita neitt Já, ætli það sé ekki frekar það að yfirvöld segjast ekki vita neitt Nei að því að, þú veist, málið er náttúrulega að þarna erum við að tala sko, þú veist, bandaríska lofthelgi og sko bandarískt landsvæði sem að, þú veist, þessi flíildi eru að sveima yfir og þar erum við með ansi öflugan flugherr og ansi sko tæknivætt þjóðfélag sem að sko maður myndi halda að minnstakosti myndu bregðast við með sko flugvélum eða einhverju en málið er að það einhvern veginn er ekki neitt Nei, frá sko allríksyfirvöldum þú veist, við erum að tala um FBI, CIA, Pentagon Já, og herinn Já. og sko, nú var ég heyrði viðtal við sko þarna mann sem að hefur nú verið mikið í fréttum og aftur að vera mun meiri fréttum sem að heitir Donald Trump Já, við kannast við hann Já,
og það var verið að spurja hann út í þessi fyrirbæri og hann sagði bara hreint út þarna ég veit að yfirvöld vita hvað þetta er en þau segja ekki frá því Nei, þau segja ekki frá því og þau segja honum ekki frá því heldur Nei, hann náttúrulega bara kosin í nokkur ár sko. Já, ég minna þú veist og náttúrulega kannski staðan hans eins og hún er akkurat í dag þar sem að hann er þetta svokallað þarna president-elect þá náttúrulega kannski hefur hann ekkert beinan aðgang að öllum sömu upplýsingum og þarna forsetinn já, en hann sagði það einmitt sko, já, hann sagði ég er viss það og ég veit að sko yfirvöld og forsetinn vita hvað þetta er Altså núverandi forseti Já, okay. Ég já svona eins mikið og hann getur vita Ég er ekki alveg viss að hann viti bara einu sinni hvar hann á heima já, sko. En hann hefur nú samt sem maður heyrt það að ekki einu sinni kjörnir forsetar endilega viti allan sannleikan Því þarna sé verið að tala í rauninni frekar fámennan hóp innan eitthvað stjúpríkis innan hers og leyniþjónustu sem eru búin að vera að vinna í þessum málum með flíildi og nú lendi ég aftur í þessu orði Biolix já, sem myndur vera líkamsleifar eða líffræðilegar leifar já, frá öðrum rauninni sólkerfum eða hnöttum og við séum búin að vera að vinna eða þessi hópur er búin að vera að vinna sem sagt að þessu í áratugi og í rauninni frá Roswell 1947 og forsetar ekkit endilega vita nema bara oggulítið brot af sannleikunum ef það Já En þarna ertu náttúrulega bara komin inn á, þú veist, svolítið svona, hvað maður að segja, vafasama braut, myndu sumir segja. Það sem að, þú ert farin að bara tala hérna einhverjar meiriháttar samsæriskenningar og bara heimsífiráð. Þetta er í rauninni, sko, samsæriskenning allra samsæriskenninga. Já. Og við ætlum að fara aðeins út í það. Sko, Og það er samt sem áður, sko, þú veist, staðrindin er samt sem áður svo að þessi ljós eru þarna. Já, ekkert bara yfir venjulegu landsvæði. Nei, og eru sko að dreifa sér. Já. Að þetta er búið að vera svona stigvaxandi ár frá ári og núna er þetta ekkert bara þarna yfir New Jersey, þetta er þarna yfir einhverjum herstöðum og þetta er farið að sjást í Kaliforníu og þannig að þú veist, þetta komið bæði á austur- og vesturströndina. Við erum að tala sko svæði sem að flokkast sem hámarks öryggissvæði eins og vatnsból, herstöðar, vopnageymslur, kjarnorku ver og staðir þar sem að kjarnorku flaugar eða síló eru geymt. Og það er einmitt sko, þú veist, í raun og veru þá hugmyndirna sem að hafa komið fram sem mögulegar útskýringar án þess að vera að tengja þetta við eitthvað hérna sko hvað segir maður? Einhver endurræsingar áform. Já, endurræsingar áform eða eitthvað svona einhverja geimverur. Já. Að það er náttúrulega, þú veist, menn er að tala hvað, að þetta sé sko íranskir drónar sem eru keyrðir frá einhverjum fraktara. Já, einmitt, út á hafi. Já, og svo var líka kenningu það að þetta væri auðvitað kínverjar, því kínverjar eru náttúrulega, það er verið að nánast að útrýma bara hefðbundnum lofthernaði. Þeir voru skilsmeira að setja í rauninni stórt flugmóðuskip bara í vatna sem að í rauninni engar mannaðar flugvélar eru borð. Þetta eru allt bara einhverjir ofurdrónar. Já. Þannig að sko heimurinn er að breytast og svo voru þarna kenningar líka að þetta væri í rauninni þetta væru bandarækjumenn sjálfur og þeir væru að huga að í rauninni þjóðaröryggi því þeir voru að leita að týndu kjarnorkuvopni sem hafi verið stólið eitthvað stærri í Evrópu og svo smeglaði við til bandarækjana. Já. Þetta var kenning sem var uppi á sínum tíma og Joe Rogan talaði mikið það en til að byrja með þá líktust þetta allavega því sem að sá í fréttaflutningi einhvers konar flíildi þess vegna með vangi, þess vegna ekki með einhvers konar innan svega ætla ég að segja hefðbundin ljósabúna því að svo var líka talað að þetta væri í rauninni heldur ekkert í samræmi við einhverjar fastmótaðar reglur hvað var að lýsingu á flíildum eða drónum. Heldur væri þetta meira bara eins og þetta væri sett þarna bara til þess að setja eitthvað að láta eitthvað lítið út fyrir að vera eitthvað en er svo bara kannski eitthvað allt annað. En svo fara þessi flíildi að breytast yfir í einhvers konar hnetti, ljósnetti, blikkandi hnetti, þú séð
í rauninni þessar hnetti sem virðast vera bara eins og orkusvið eða plasma hnettir einhverjir, hefur ekki séð þetta og það er alveg stór merkilegt og þess vegna sko deila sér upp í 2 og 3 og sameinast svo aftur og gera einhverja fáralegar hundakúnstir og þess vegna hverfa bara. Já. Þú veist, taka af stað á þeim hraða að þú sérðu ekki einu sinni röðun, hluti hverfa bara fyrir augunum af fólki. En þú talar fréttaflutning, þetta var mikið í fréttum svona í desember og þetta byrjar náttúrulega með þessu atviki hann á Manchester flugvelli, það sem kemur hann næmitt einhver hnöttur sem er ekki stærri en bara kannski 1,5 metri í þvermál og það voru þarna teknar bæði ljósmyndir og vídeo af flugmanni sem var sem sagt eitthvað standby fyrir flugtak og þarna byrjar þetta í Bretlandi og þetta á sama tíma og í rauninni allt fer svolítið á flug hérna í New Jersey og það var skrifað mikið þetta í mainstream media og í eitthvað smá tíma og haldnir einhverju fréttamannafundir og einhverju yfirlýsingar gefnar en svo virtist þetta bara fjara út. En þessi hnöttur þarna í Manchester, þú veist, þetta var bara svona eins og einhver hálfgerð blá málmkúla eitthvað. Sem skipti að einhverju leit form líka. Já, og hvað, þú veist, og hún leit út fyrir að bara svona svífa kannski bara svona eitthvað 1,5 meter frá jörðinni, eitthvað svoleiðis. Já. Og svo bara skust hún upp í loft og hvarf. Já, hverfu bara. Já. Og þessa myndir og þessa myndbönd vorum við að sjá á mainstreamsfjölmiðlum og á Íslandi líka í einhverja nokkra daga og ég búin að vera að fylgjast með núna mainstreamsfjölmiðlum síðan og þetta virðist bara vera hætt. Þetta eru gamlar fréttir. Það er ekkert fjallað þetta lengur. En á sama tíma er YouTube mitt og allir samfélagsmiðlar stút fullir af nýjum sínum sem að venjulegt fólk virðist vera að taka og ég verð eiginlega að segja því ég er mjög skeptiskur en hef gaman að ég að leika mér með þetta allt saman og hugmyndir, tegja þetta allt í allar áttir ég á erfitt persónulega með að trúa því að allt þetta efni sem við erum að sjá og ofan í lag virðist þetta vera svo ótrúlega velgert og ég er ekkert að efast hæfni AI í þessu samengi en ég á erfitt með að ímynda mér að allt það sem þú sérð sé fake bara sorry og þetta er bara eins og að horfa upp í stjörnubjartan himinn og horfa á milljarða ofan á stjörnum og segja við sjálfan sig það bara ekkert líf þarna sem er náttúrulega bara tölfræðilega séð algjörlega óhugsandi en kannski í þessu samengi við ætlum kannski, fyrst erum komin hingað áður við förum að fara kannski svona aðeins í nútímasöguna þá þetta eins og þú segir ekki bara bundið við New Jersey eða bundið bara við Kaliforníu, við erum að tala Manchester, við erum að tala í Afríku, Ástralíu og í Evrópu og haldið ykkur nú á Íslandi. Já, einmitt. Og við ætlum að sjá hérna núna, hann Mikael mun setja hérna inn bæði myndir og vídeo sem að ég fékk frá manni sem by the way, ég þurfti að sækjast eftir þessu efni frá honum. Hann var ekki að sækjast eftir neinni athygli en þetta sem sagt rafvirki sem heitir Sigurður Örn Óskarsson og bara hefðbundinn, bara venjulegur íslenskur rafvirki hérna austur á fjörðum, held ég á Þórshöfn og hann sem sagt að vinna mikið við síldarvinnsluna á Seyðisfirði og hann hefur mikinn áhuga á því að taka ljósmyndir á norðurljósum og er svona, já, horfir mikið til himins og hann sem sagt endar á því að senda mér möppu með ljósmyndum og eitthvað af vídeóm sem by the way eru bara tekin á hefðbundin Samsung síma og þetta getur myndgæðin verið betri og það er hægt að túlka þetta kannski á marga vegu en það sem við erum að horfa á eru ljósmyndir af blikkandi stjörnum, blikkandi bláar, blikkandi rauðar sem eru á staðnum í einhvern x tíma áður en það svo allt í hennu hverfa og það eru ekki á ferð, það eru kyrrar. Svo erum við að horfa á hérna, við erum að horfa á 2 vídeó hérna núna sem að sýna daufar stjörnur, svo litið eins og að horfa á gerfinhetti og þú séð gerfinhetti fara í eitthvað ákveðnar áttir. Þær fara ekki þvers og kruss, eða þeir fara eftir ákveðnum sporbaug. Man ekki hvort það var frá norður til vesturs eða norður til austurs eða hvernig sem það var, en þarna erum við með eitthvað sem líkist gerfinhettum, daufar stjörnur sem að hæja
ekki bara á sér og hraða, heldur eru áttirnar breytilegar. Þau sem sagt skipta stefnu. Þessum myndböndum ekki mikið, en þetta í algjöru samræmi við það sem við höfum verið að sjá erlendis frá. Og þetta bara tekið hérna á Austfjörðum. Og talandi Austfjörði, þá átti ég samtal við annan mann sem vildi ekki láta nafngreina sig. Þú taka það fram. Þessi maður, ungu maður sem giftur og með fjölskyldu hana fyrir austan á Eskifirði, hann fer títt í pottinn á kvöldin með konunni. Og hann sem sagt, það lítil ljósmengun á þessum stöðum og sérstaklega það sem hann býr. Og hann horfir upp í himinin og konan hans sem hefur engan áhuga whatsoever á neinu ET eða UFO eða UAP, bara ekki neitt. Hún horfir til himins og hún sér yfirleitt á undan honum og bendir honum á daufar stjörnur sem eru á mikilli hreyfingu, þær eru að stöðvast, þær eru að breyta stefnu, þær eru að hittast, koma tvær og fara kannski hringi í kringum hvora aðra og svo kannski taka það bara á rás eitthvað á miklum hraða, stöðvast aftur og þau segjast sjá þetta oft og iðulega. Og þetta náttúrulega bara algjörlega óútskýranlegt. Ekkert alveg, ég meina þú veist, ég nú búin að skoða þessar myndir og þessi myndbönd þarna sem að þú fékkst sent. Einmitt. Og ég meina, þetta alveg áhugavert, en ég meina, við erum ekkert að fara að sanna tilvist geimvera með þessum myndum og þetta heldur ekki eitthvað sem að, þú veist, í raun og veru ekki tækt að útiloka séu einhvers konar drónar. Já. Og ég meina, það alveg líklegt að þetta séu einhvers konar manngerð flygildi. Ég spurði hann einmitt út í þetta, þetta drónamaður líka. Já. Og hann sagði að ef þetta eru drónar þá eru þeir stórir og bifriðar. Já. Og lýsingin sem þú þarft, því þeir eru svo hátt uppi, þú þarft kastara eða leysigistla eða whatsoever. Ég meina, það bara nákvæmlega það sem verið að tala í þessum bandaríkjafréttum þarna yfir New Jersey og þar, að þetta séu einhverju drónar, þeir eru að tala þetta sé á stærð við minibus. Já. Sem náttúrulega bara, þú veist, eitthvað flikki. Það svona Hyundai Santa Fe. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Og þú bara einhvern veginn skellir einhverjum rellum á þetta og bara hendir þessu upp í himinin. Já. Einmitt. Já. Þannig, nei, ég gerir mig grein fyrir því. Þessar myndir það segja kannski ekki mikið en það gefa svona kannski einhverja vísbendingu það að hvað vitum við hvað í gangi þarna uppi. Og ég fór nú bara ég var að grilla pítsur bara fyrir 3 dögum síðan og ég stóð og horfði upp í himinin og ég stóð úti í svona 3 mínútur og á 3 mínútum sé ég 3 gerfunetti. Og þeir hreyfa sig eins. Þetta bara jöfn bein lína, mjög dauf. Þetta ekki það sem ég að sjá á þessum myndum. Nei. Og þótt ég gerir mig grein fyrir því að það getur verið skýrari og ég hef séð þar frá útlöndum mun kræsnari í hreyfingum. En við erum komin hingað og þannig að það spurning Hvað eru þá íslensk stjórnvöld með í yfirhylmingunni? Þorgerður Katrín Stjörnusævar. Já, og Stjörnusævar eru þau með einhverjar skýrslur í utanríkisráðuneytinu sem að bara ég veit það ekki, við náttúrulega erum að einhverjum barmi einhverjar heimstyraldar. Já, þú veist, kannski aðeins svona að öðru að þarna, ég hlusta á viðtal við hann Edward Snowden. Okay. Sem að, þú veist, hann uppljóstraði nú ýmsu árið og hann sagði að hann hafi sérstaklega leitað að upplýsingum geimverur en fann ekki neitt. Nei, en það held ég að þetta sé ekki á þeim stöðum. Miðað við hvað þessi kallar eins og Stephen Greer að segja, þá þetta top secret. Þetta í bara einhverjum lokuðum höbbum eitthvað staðar. Þú hefur ekkert aðgang á þessu nema að þú sért inn í þessari fámennu kressu. Já, en nú ertu komin aftur inn í myrkrið. Já. Í samsærið. Já. Þannig að það kannski bara spurninga að þarna Dýfa sér í það? Já. Ég held til þess að gera langarsögu stutta 2017 þá koma í rauninni þessi 3 myndbönd út sem
sem að nefnast, þetta sem sagt, þið getið leitað að þessu á YouTube, þetta er TikTok og Go Fast Video og Gimbal. Og þetta lekur út frá 2 mönnum sem að voru hátsettir innan hersins og leyniþjónustu til New York Times og þetta verður stór grein. Og það er ekki fyrir 2 árum setna, korter í COVID, að í rauninni Pentagon viðurkennir uppruna þessara gagna. Þeir segja bara á fréttamannafundi og það fer lítið fyrir þessu því það er allir eitthvað að skýta á sig út af einhverjum kínavírus að myndböndin eru frá okkur og við vitum ekki í rauninni af hverju þessi myndbönd er. Já, ég meina og sko miðað við bara þá einhvern veginn eðlisfræði og þá tækni sem að við þekkjum og búum yfir í dag. Hreyfigetu. Já. Að þá eru þetta, þú veist, líklega og klárlega bara sko einhvers konar flygildi sem að eru sko bara ekki stýrð af mannlegum verum. Eða þú veist, að minnsta kosti ekki inn í þeim. Það fer eftir ýmsu. Ef þú ert með flygildi sem er knúið áfram af combust engine, hefðbundum bruna mótorum. Já, sem bara svona ítir þeir áfram. Þá auðvitað upplifur G. Já. Og miðað við hröðunina af þessum flygildum í þessum þremur atvikum sem að hafa svo verið viðurkennd að séu raunveruleg, þá erum við að tala um það mörg G, það mikinn þrýsting að ef að manneskja myndi mögulega með einhverju móti geta verið inn í þessu flygildi og flogið þessu flygildi, þá er það einfaldlega bara kramið í salsasósu. Já, ég minna, ekki verið að tala um einhver 16G eða eitthvað svoleiðis? Miklu meira. Þetta hleypur á tugum. Ég heyrði 30 til 50, 60. Þetta er það mikið, sko. Já. Og það sem þú ert bara, þetta er bara 0 upp í 20.000 á splittsekundu. Já. Þetta er ekki hægt. Ég minna, og hvað, ekki þessar, þú veist, bestu orustu þóttur, hvað erum við að tala um eitthvað? 8-9G? 8-9, það eru svona tilrauna græjur eitthvað, sko. Já, og þá bara líður yfir menn og bara blóðna sér ekki nema og sett þarna Tom Cruise. Gyllinæð. Tom Cruise, hann fær mögulega, hann er náttúrulega örugglega með króníska gyllinæð. En Tom Cruise, það er nú hérna í nýjustu Top Gun myndinni, það er atriða sem hann er einmitt í 9G. Já. Og hann er bara alveg að líða út af, sko. En þegar þú fann að koma upp í 20G, þá ekki vera hægt. Já. Ætli það sé ástæðan fyrir því akkur hann með svona slétta og fína húð? Hann er náttúrulega pilot sjálfur. Já. Ég held að það sé reyndar ekki ástæðan. En það er önnur ella. En það sem ég er að segja er, þegar þú ert komin með flygildi eins og virðulegur Robert Lazar lýsir, þegar þú ert farin að framkalla, hvað ég segja, vakúm í rými með vissri tækni og hann talar um þetta sem kastara. Þetta eru kastara sem þú getur beint í allar áttir og eru neðst í diskonum og þess vegna þegar þú sér þess að diska fljúa, þeir eru að fljúa hratt og fljúa þeir ekkit endilega beint, heldur fljúa þeir reisa sig upp á kant. Og þegar þú ert farin að beina þessum kösturum í ákveðnar áttir, í þær áttir sem þú vilt fara í, þá skapar tómarum í rýminu og þú fellur inn í það. Og fyrir vikið get ég ímynda mér að þú upplifir engan þrýsting né G sem gerir það verkum að þeir, ég ætla að leyfa mér að segja einstaklingar sem eru inn í þessum flygildum og stjórna þeim, að þeir eru þarna bara í einhverju safe zone. Bara í vakúmi. Því það er ekkit viðnám. Já. Þú fellur inn í rými. Já. En þarna ertu nú búin að droppa 2 nöfnum. Já. Annars vegar Stephen Greer og hins vegar Bob Lazar. Og ég held að þarna við komumst ekkert lengra öðruvís en að þarna taka þessa menna eins fyrir og þarna bara útskýra hvað, þú veist, hvað þeir hafa lagt til málana. Það er svakalegt, sko. Og þetta eru þessi 2 menn sem hafa haft langmest áhrif á mig í þessum málaflokk og þarna, en áður en ég fer út í það, þá langar mig aðeins að segja að þessar upplýsingar leka til New York Times 2017. Já, þarna eru bara 2 menn sem bara komast upp með það að leka þessum upplýsingum og þeir eru bara á lífi. Ekki nóg með það, 2023 þá er eðsvorin vitnisburður fyrir framan bandaríska þingnefnd og var svo, þetta var fyrsti af 2 því það var annar hérna núna í haust, sem sagt 6 einstaklingar
allt virtir hermenn og leyniþjónustumenn og í fyrstu yfirheyslunum voru þetta sem sagt, já það er 13. Já, Skulum taka það fram. já, það er veistla Þetta er ekki rússar. Nei. En það voru sem sagt, David Fravor og Ryan Graves, þeir tveir ásamt svo David Grush sem er annað fyrirbæri en þessi tveir voru viðriðnir þessi 3 mál sem að lágu 2017. Þannig eru menn uppljóstrarar sem koma og fá úr hernum og fá bara að segja hluti og sem að svona maður hefði kannski mögulega haldið að myndu bara hverfa. Mér finnst þetta mjög dularfullt og menn eins og Stephen Greer, við skulum fjalla hans hann talar þessa einstaklinga sem hálfgerða double agenta, Louis Elizondo, Ryan Graves, David Fravor og fleiri sem í rauninni double agenta sem að eru að tala undir eiði og þeir eru eflaust að segja satt en þeir eru með leyfi til að segja frá einhverjum hlutum og einhverjum hlutum ekki eftir ákveðinri tímaröð til að skapa hárrétta narratífu því það er verið að segja okkur sögu og það er verið að forrita vitundin okkar fyrir eitthvað stórt eftir áratuga hæðni og stigma sem að hefur þá farið fram í fjölmiðlum og í Hollywood og og sérstaklega fjölmiðlum og Hollywood það sem hefur bara verið gert grín að fólki sem að hefur komið fram og talið sig hafa annarkot séð eða orðið vitna einhverju. Þannig að leikurinn hefur breyst og ég hallast svolítið að því að það sé verið að forrita vitundun okkar núna eftir ákveðinni tímasetningu. Og þessi menn eru þarna af ástæðu því að ég trú ekki öðru. Þessi gaurar hefðu aldrei fengið að stíga fæti inn í nokkurt skapaðan hlut. Hvort sem það var í fjölmiðl eða inn í einhvern yfirheyrslusal hjá bandaríska þinginu og bara komist upp með það. Bara sorry. Þótt að þið segja að þeim hafi eitthvað verið hótað og eitthvað hótað einhverju mannorsmorði og hinn og þessu. En þeir eru ennþá á lífi og ennþá í podcastum. Og bara ennþann dag í dag. Ryan Graves var nú bara hjá Paul Rogan bara í það síðustu viku og Louis Elizondo, hann fer í eitt hlaðvarpsviðtal á hverjum einasta degi og þetta er maðurinn sem lag þessum upplýsingum 2017. Þetta er mjög dodgy. Lag þessum myndböndum. Þessum myndböndum, já. Þannig að það er svolítið það. Það er verið að segja okkur eitthvað og hleypa einhverju inn í mainstream. Þannig að þeir eru, er það ekki, með svona whistleblower status, er það ekki? Jú, ekki það ég viti nákvæmlega hvað það þýðir allavega þegar þið komið fram í þessum yfirheyslum árið 2023 þá skildist mér þeir væru inn í einhverjum 6 mánaða glugga sem þeir höfðu til þess að koma fram og segja frá einhverju ákveðnu án þess að lenda í vandræðum. En fyrir ekki, þessi menn eru bara ennþá þarna úti að segja þessa hluti og eru svona aðeins að krydda svona smátt og smátt eftir þessum tíminn líður. Stephen Greer við þurfum ekkert endilega að fara í boblasa núna, hann er hluti af fortíðinni. Já. En við þurfum að taka hann. Já, en Stephen Greer er merkur maður og ekki hægt að fjalla í raun og veru þetta, mögulega samsæri yfirvofandi samsæri sem að bara samkvæmt nýjustu fréttum ætti bara að fara dett í hús bara hvað og hverju. Hann er náttúrulega búin að vera að tala fyrir þessu í áratugi. Já, bara síðan 1990 eða eitthvað. Já, hann er með stóran hóp af fólki í kringu sig. En þetta er ég meina, hann er læknir, hann er bráðalæknir. Hann er bráðalæknir í upprunnan og í kringu 1990 þá tekur hann einhverja nýja stefnu og hann sem sagt var í því að brífa, heitir það ekki? Upplýsa í rauninni Clinton á sínum tíma einhver mál þessu tengd á sínum tíma og ég alveg séð gögn það er alveg rétt, hann var það. Hann var hluti af einhverju upplýsingateymi. Og hann er með hópa fólki í kringu sig og með eitthvað svona disclosure project í gangi
hann með fleiri hundruð af uppljóstrurum sem allt fyrirverandi hermenn og leyniþjónustu menn og fósettis ráðherra Kanada eða hvað, varnarmála ráðherra Kanada þarna og geimfarar og ég veit ekki hvað og hvað. Allt einstaklingar sem hafa gefið í raun og veru yfirlýsingar og viðtöl einhvers konar tengsl eða vitneskju geimverur. Já, geimverur og að við séum í rauninni sko núna í bara 70 ár búin að við búum yfir í rauninni flíildum sem að við höfum náð til okkar. Þau hafa þá ýmist verið skotin niður með einhvers konar rafsegultækni sem hann heldur fram að sé til, EMP heitir það ekki? Já. Og hérna Electromagnetic Pulse. Einmitt, það sem að þetta eru rauninni vopn sem eru til en þau eru held ég ekki lögleg í hernaði, veist, eins fáránlega það hljómar, það eru actually lög í hernaði hvað þú mátt nota og hvað ekki eins og með efnavopn og svona drasl. Já, og hann sem sagt, hann heldur því fram að allavega einn eða ekki tveir af hans samstarfsfélögum hafa verið drepnir á þessum tíma og hann heldur því fram að hann sé í stöðuri hættu en það bara vaktaður 24/7 með lífverði og læti en hann segir að tilgangurinn með þessu öllu að skapa aðstæður þar sem að einn sameiginlegur óvinur allra jarðarbúa verður búinn til. Það sem að einn daginn þegar að búið að segja okkur réttu sögurnar og það búið að sýna okkur réttu hlutina, það búið að veita okkur eitthvað svona sjokk-effekt þá verður árás. Þá verður eitthvað katastrófisk 9/11 árás á sem sagt í okkar helga vestræna ríkjum með einhverju formi, þar sem við verðum hrædd bókstaflega bara úr okkur líftóran og við erum náttúrulega sjúklega vanmáttu gagnvart árás úr geimnum frá einhverjum verum sem við þekkjum ekki neitt. Kannski það með geislasverð. Og við getum ekkert gert, það ekki eins og við getum farið í eitthvað skæruhernað eða sýnt eitthvað andspyrnu. Þannig að við í þessum aðstæðum erum tilbúin til þess að trúa öllu. Svolítið eins og í COVID. Við erum tilbúin til þess að afhenda frelsi okkar, svolítið eins og í COVID. Bara peningan okkar. Alla orkun okkar. Og já, þá í eitthvað svona sameiginlegt afl bara til þessara aðila eða til þessara stofnana sem segjast þá vera búin að þróa síðustu ár og bera nefna þarna auðvitað stofnun Space Force til dæmis, búin að þróa þarna einhverjar aðferðir og það er búin og yfir einhverjum úrlausnum til þess að verjast þessari vá eða þessari ógn. En þetta kostar. Já, það dýrt að þannig að það er eins gott að þið Rússar og Úkraínumenn og Ísrael og Palestína og allt þetta hiski það er eins gott að þið hættið að vera með vesen núna og við þurfum að standa saman þannig að nú komum við bara öll í einn sameinaðan hóp og við viljum alla peningan ykkar og við viljum allt vald. Já. Bara whatsoever, við ráðum og þetta er ekkert einn her og þetta narratív geta þeir spinnað, þetta er ekki eitthvað eins og hvað var það, 90 daga stríðið eitthvað, þetta getur bara verið þið geta teikt lopan þarna bara í mörg ár kemur bara eitthvað nýtt geislasverð og eitthvað nýr dauðageisli nýr dauðageisli þeir geta bara teikt þetta eins og þeir vilja, þetta hefur með hergagniðina en að gera þeir geta endurskipulagt bara öll efnahagsmál og orkumál og þeir bara geta endurskipulagt allt bara alla okkar hægi bara leikandi þetta er bara allt endurstokkað eftir þeim aðferðum sem þeir segja eða þau að það séu vænlegust fyrir okkur til þess eins að við höldum lífi og séum að upplega öryggi. En nú er þetta bara hershöfðingjar allra landa saminist. Já. Og nú er bara fengin
einn alheimsher, Já. jarðarherin, jarðarinn já, sem að, þú veist, beinir byssonum í sömu átt. að sko ímynduðum óvinn Já, sem ekki til já. sem ekki til En tilgangurinn með þessu þá náttúrulega bara að sameina valdastrúktúrin. gera þetta svolítið skilvirkara Já. og möguleg fólksfækkun líka Og náttúrulega skuldsetning. hvað meinar með því? Að, sko, ég Að skuldsetja ríki og annað skuldsetja ríki. Skuldsetja, þau verða bara tekin þau verða bara drenuð Já. þetta er enduræsing, Já. það verði engin ríki Já. þetta er ekkit eitthvað saminuðu þjóðurnar og eitthvað ríki með eitthvað aðild Já. sorry, það er bara búið Þetta gæti hljómað eins og svona svolítið einhver kommunískur draumur, sko. þetta er überkommunismi Já. og hérna er rauninni übermutant kommunismi þetta er kommunismi sko síkópatana Já. og hérna og þetta er það sem að Stephen Greer er búin að vera að segja núna í áratugi En ekki bara það að þetta sé í raun og veru, sko, leikritið sem að verið að, þú veist, æfa fyrir og hlaða upp í, heldur, sko, þú veist, þetta, sko, að hluta til byggt á sannleika. Af því að, sko, bara samkvæmt hans upplýsingum fullt af geimverum og fullt af geimförum búið að koma til jarðar, búið að vera í samskiptum við manneskjur og búið að gefa okkur fullt af alls konar einhverju tækni og drastli sem að við erum búin að vera þróa. Í skiptum fyrir eitthvað, í skiptum fyrir ekki DNA eða okkar. Ja, nú, eitthvað heyrði, maður heyrir svo margt. Já, en sko, og málið er að þú veist, þetta, þú veist, lið sem að hérna í þessum samskiptum og með allt þetta dót, það einhver sko sjálfstætt starfandi eining innan Bandaríkjahers. Sko, þegar hann var spurður að þessari spurningu í síðasta hlaðarsviðtali sem ég hlustaði á hann, sem er held ég 6 eða 7 daga gamalt, þá svaraði hann þessu, sko, fyrir þessum einstaklingum engin landamæri. Þetta er ekkit eitthvað jú, getur vel verið þetta stammi þaðan en þetta er handan landamæra. Já. Þeir eru komni miklu lengra. Þeir horfa upp í gegnum þessi samfélagslög sem við þrífumst í, þeir hlæja þessu. Og í rauninni mega þeir hlæja þessu, því þegar þeir horfa þarna upp, ég meina hvað að gerast? Austur í stríði við vestur. Við erum eitthvað í stríði innbyrðis. Já. Rauðaliðið á móti bláaliðið. Við stöndum frammi fyrir hérna og ég var að horfa í gærkvöldi, bara rétt árinni fór að sofa og mánu deilum hversu gálið það er. Einhver fyrirlestur, 25 mínútna fyrirlestur það, bara sko, bara í nákvæm lýsing á því hvað gerist þegar ég man ekki tölna, 80 kilotonna kjarnorkusprengja sprengt kílómetri fyrir ofan Washingtonborg. Já. Bara, hvað gerist fyrstu 120 sekúndunar? Já. Hefur þú spáð í þessu? Ekki þú vilt eiginlega ekki horfa á þetta. Nei. Þetta er svo ötterli galið hvað gerist þegar við sprengjum kjarnorkusprengju og sérstaklega af þessum stærðarflokk sem við höfum í dag sem sko í engu samræmi við hvað við vorum að upplifa í Hiroshima eða Nagasaki. Við erum að tala um kjarnorkusprengjur sem eru 100 eða 1000-falt sterkari. Þetta er galið. Já. Og þarna ég var að horfa á þetta í gær og ég bara svona fylltist það sorg bara í alvörunni við þarna. Og þetta auðvitað það sem þessi hópur að horfa á. Kjarnorkustyrjöld ekki ákjósanlegur kostur. Ekki hér á þessari plánetu. Nei, enga veginn. Og svo náttúrulega líka önnur pæling. Ég veit ekki alveg hvað innsæði mitt að segja mér, en þetta er svolítið í tengslum í rauninni við það sem Dr. Stephen Greer segir í rauninni þessa uppljóstrara innan þessara rókherdelda sem eru á leiðinni að koma út úr skápnum og við ætlum að fara aðeins inn á það. En eftir aðeins 2 vikur þá tekur
Donald Trump við og hann er náttúrulega bara svo fíll í postuninsbúð með alla sína kúreka sem ætla að fara inn í kerfið og rífa þetta allt í tætlur og grisja og vera með læti og kaupa Grænland og ég veit ekki hvað þeir ætla ekki að gera. Og þú manst nú þegar að Trump var forseti síðan, sko, hann fekk gríðarlega mikla athygli, þetta var bara stöðugt sjó, sko. Þannig að ég held að það sé eitthvað að fara að gerast áður en að hann kemur og tekur við embætti til þess eins að fella bara svolítið skugga á þennan litla mann. En Dr. Stephen Greer segir í þessu viðtali sem var tekið þarna deginum sikkurum megin við þarna nýjársdag, það gamlársdag. Ég held ég að horta á þetta á nýjársdag, þetta var tekið upp, það var á gamlársdag. Hann segir að eftir 10 til 12 daga þá eru einstaklingar sem að hann er í persónulegum samskiptum við, einstaklingar sem fóru með hann í þyrluflug yfir 2 top secret black sites þarna í Bandaríkjunum og sýndu honum þetta. Þeir sýndu honum svæðin þar sem þeir eru með underground base-a. Þeir sýndu honum hvar flíildin er að fljúa sem sagt út úr jörðinni og hann heldur í fram að þessir einstaklingar sem eru í rauninni bara venjulegir menn sem að standa allt í hennum frammi fyrir þetta eru hermenn og vísindafólk sem standa allt í hennum frammi fyrir þeirri staðreind að þeir eru sko ekki bara orðnir sko bara glæpamenn heldur eru þeir orðnir bara morðingjar að þeir eru bara komnir í aðstöðu og búin að vinna vinnu á þann hátt sem að bara er bara ólöglegur vinna þarna með peninga trilljónir dollara, ég veit ekki eins og hvað þessi upphæð þýðir þegar menn eru fannir að tala trillion dollars, ég veit ekki hvað það mikið hvað trilljón á íslensku Er það þarna bara eitthvað skriljarður eða ég veit ekki hvað þetta er einu sinni er það einu skrefi ofar en einmitt milljarður já, er það biljón? Nei, biljón er milljarður já. Er það ekki rétt? Jú allavega en þeir eru að tala trilljónir dollara bara sem hafa horfist þau bara horfið á ári hverju í áratugi já einmitt, það er nú eitt, ég meina, þú veist, það var nú bara hérna einmitt, daginn fyrir 9/11 sem að hefur þá verið væntanlega, þú veist, 10. september 2001, þá einmitt kom hann hérna Donald Rumsfeld. Nei, 8. september. 8. Já, daginn fyrir, nei, 10. fyrirgjöf, já, kemur hann Rumsfeld, já, sem að var þá, hvort hann var varnarmála eða fjármálaráðherra Bandaríkjanna. Já. Og bara hélt fréttamannafund og bara eitthvað, þú veist, geðveitt sorry að það bara, þú veist, eru hérna einhverjar trilljónir sem eru bara týndar og við bara vitum ekki hvað þetta er. Já, ég hef heyrt af þessu. Já, og þetta er bara, þú veist, það er til vídeo af þessu. Já, og svo bara fljúaði flugölum inn í turnin og málið dött. Já, einmitt. Þannig að, þú veist, ok, við erum búin að láta vita og svo bara, hei! Já, flugvél. Já. Hann vil meina það að þessir einstaklingar þeir eru bara fed up með að vera í þessari stöðu þeir eru kannski í tengslum við eitthvað samvisku eða eitthvað siðferði í sér og sjá að þetta er ekki rétt og þeir ætla að stíga fram undir nafni og þeir ætla að uppljóstra öllu sem þeir vita öllu að því að málið er sko, er það ekki þú veist þetta allt sem að þeir vita er náttúrulega líka hluti sko tækni sem að sko hefur fengist frá þessum geimverum til dæmis varðandi sko orkubúskap það sem að sko þú ættir að geta dregið rafmagn ókeypis úr loftinu og bara þú ættir að geta sko útrýmt olíuiðnaðinum alveg einu bretti já, útrýmt kol já, bara rarik kol, vindorka, sólorka og þarf ekki þessu rarik bara fer á hausinn bara one go já. Hungursneið, farin, fátækt, farin allt farið það er bara velsælt, ekkert annað það er bara ótakmarkaður aðgangur að orku að endalausri orku já. Þetta er það sem hann heldur fram já. og þetta sé tækni sem að sé aðgengileg já og ekki bara aðgengileg heldur sko raunveruleg og þróuð já
skilur, það er ekki eins og undir þurfa að leggjast í einhverja mikla vísindavinnu, það er búið að vinna hana vill hann meina. Já. Og sko, ég meina, kannski að vissu leiti að, þú veist, þá er þetta ekkert, sko, þetta er ekkert bara, þú veist, gripið úr einhverju tómi, ég meina, þú veist, maður eins og hérna Nikolai Tesla var með einhverjar svona hugmyndir á sínum tíma. Hinn á þessa patenta. Já, varðandi rafmagn, sérstaklega, að sko flytja rafmagn í raun og veru bara í gegnum loftið. Án leiðslna. Já. Einmitt. Skemmtilegt orð. Já. Leiðslna. Já, en þú sást líka hvernig þið fór fyrir honum. Já. Hann var bara tekinn úr umferð. Já. Einmitt. Þannig að það sem að hann vill meina að þessir einstaklingar séu að fara að reyna, þeir séu að reyna að koma fram og ljóstra í rauninni þetta samsæri, gefa þessar upplýsingar áfram til fólksins, þannig að við öðlumst einhverja visku eða vitneskju það sem svo mögulega er að fara að gerast. Og það sem er að fara að gerast er þetta leikrit. Leikrit. Já. Það sem að sviðsett innrás utan úr geimnum á eftir að bara sko setja hérna bara taugakerfi mannkyns á hliðin. Á hliðina, eins og það var ekki nóg slæmt fyrir. Já. En til þess að gera þetta þá þurfa þær að þrefa fyrir sér. Og þeir þurfa að koma hugmyndum fyrir í fólk. Já, það náttúrulega byrjaði að breyta einmitt þessari mindset. Þessu kjánalega. Já. Þessu, þú veist, þessum að taka af sér álhattinn og þú veist, benda á að, þú veist, þetta er raunverulegt. Þetta er raunverulegt og við vitum af því. Þeir eru búnir að halda þessu leyndu til þess að vernda ykkur. Já, þeir eru búinir að halda þessu leyndu nógu lengi til þess að, þú veist, svolítið, mjólka þessa tækni og undibúa sig þá fyrir hérna leikritið. Já, það er nákvæmlega þannig. Og það er líka ein svona setning sem kom Timmin í gær. Þú talar sko, maður er svo gjarn á að einhvern veginn að horfa svona með skeptískum augum og hlusta með skeptískum eyrum á það sem maður þótt að ég eigi að vita betur en það sem ég heyri á mainstream fjölmiðlum versus það sem ég er að sjá þá í hlaðvarpsviðtölum og annað. Og spurningin er, af hverju á ég að trúa meira á það sem ég sé í mainstream en það sem ég er að sjá í meira prívat stöðum eða eins og í hlaðvörpum. Þú veist, lygar á mainstream miðlum, það er hægt að telja þær endalaust upp hvað varðar stríðsrekstur, pólitík og talningu þessi COVID-mál. Og en samt einhvern veginn er þetta forrit svo sterkt í manni, ef ég sé það ekki í mainstream, þá er þetta ekki raunverulegt. Og ég veit ekki með þig, en veist, ég opna YouTube-ið hjá mér og þetta er bara þetta er bara endalaust af myndböndum. Af svona einhverjum ljósum og... Já, bara bara drones, skilurðu, og orbs, UFOs, UAPs, Michael Herrera, US Marine encounters UFO, hjá honum í þessu hlaðvarpi, þetta er bara út allt. Í þínum algoritma. Í mínum algoritma og sem að náttúrulega er minn algoritmi. En það sem ég er að sjá hér, af hverju er þetta meiri lygi en það sem ég sé í mainstream? Já, það er bara þitt að dæma það. Já. Það er bara, þú veist, hverju þú kýst að trúa. Þetta er mjög erfitt, sko. Já. Þetta er það. En sko... Það er náttúrulega líka einhvern veginn þegar það kemur í ljós að kannski þessir stóru fjölmiðlar eru náttúrulega að, þú veist, draga vagnin fyrir einhvern, þú veist, peningakall á bak við tjöldin eða eru með einhverja, sko, raunverulega hagsmuni í sínum fréttaflutningi. Já, því það sem ég sé einmitt líka, það er, þú veist, nú er ég búin að vera að skáta þessa mainstream fjölmiðla erlendis, þú veist, BBC og CNN og Fox og Sky og allt þetta drasl. Veist, ég er búin að vera að skáta þetta núna síðustu viku því eins og ég segi, ég datt í kanninhóluna. Og það sem ég sé
að þetta eru sömu fucking fréttirnar á öllum miðlunum sko í sömu röð skilur Já. Veistu, og ég ekkert að segja sko næstu því sömu fréttirnar þetta eru bara allt nákvæmlega sömu fréttirnar þessi bara raða bara svona niður Já. og svo koma íslenskir fjölmiðlar og þeir svona pikka út svona eitthvað smá af þessu skilur Já. í rauninni engin sjálfstætt starfandi fjölmiðl við ætlum að benda á einn, það er News Nation það er hann að Russ Coulthart sem er rannsóknarfréttamaður sem að hefur hann er svona svolítið eins og George Knapp sem sagt var rannsóknarblaðamaður hjá stóru svona cable network sem að tók einmitt fyrsta viðtalið við Bob Lazar á sínum tíma og Russ Coulthart hann í rauninni braut þessa þögn þegar að hann tók viðtal þetta er langt og flott viðtal, ég mæli með þið hlustið á það við hann David Grush sem að kom fram í þessum yfirheyslum fyrir framann þingnefndina 2023 Veist, þetta er maður sem er svona svolítið búið að helga sig þessum málum og fær að starfa innan þessarar fréttastöðar sem er alþjóðlega en er based í Ástralíu sem heitir News Nation mæli með því Þannig að hvaða hagsmuni hefur fargufan á því að sanna tilvist geimvera? Sko, heldur að fari fleira fólk í gufu þá? Sko fargufan bjargaði geðheilsu minni síðasta vetur Já. því ég detti í svona þráhyggjur COVID sko, fór illa með mig og ég var með læti og reifkjaft út í eitt og trúði engu sem neitt sagði eðlilega landlæknir kemur hérna í einu viðtali og talar um bóluefni sem er á leiðinni sem á að veita 95% smitvörn við eina sprautu ég horfði á þetta svo sé ég annað viðtal við hann þar sem hann talar um 80% smitvörn við 2 sprautur og svo 60% smitvörn við 3 sprautur og svo bara eitthvað bústerar þetta og bústerar hitt og svo næsta sem ég veit er allir bara fárveikir og lamaður með heilablóðfall og krabbamenn og dauðir Já. En ég meina þú þarft að fá 9. bústerinn til að vera hérna alveg safe sko. Já, það er 9. bústerinn Já. Jesus Christ En ég meina það sem ég er að segja er að fargufan bjargaði geðheilsu minni CBD-ið hérna frá honum Sigga upp í Urðuholtsstræti það er búið að bjarga geðheilsu minni í mörg ár og svo hef ég farið til hans Andra nokkur sinnum í intensív öndunartíma og það er frábært Látið núllstilla mælana en þetta er erfitt þannig að af svona öllu þessu sem ég er að gera þá finnst mér þetta eiginlega langleiðinlegast því þetta er erfiðast Hvað? Þessar öndunaræfingar Já. Finnst þér ekki? Klukkutíma session hans og þú ert bara að fylgja ykkur takti og eitthvað en svo ertu bara alveg speysaður á því nánast eins og þú sett dópaður en ert það ekki eða þú ert náttúrulega bara dópaður á boðefnum Veist, ef þú vilt vinna bug á þunglindi farðu þá til Andra í Andri Æsland það er engin spurning Anda með andra maður en já, ég veit ekki sko, þetta var eiginlega held ég Arnór allt og sumt hvað þetta varðar núna held ég að núna er ekki 7. janúar Jú, 13. Já, það er 7. janúar og samkvæmt því sem að hinn virti Stephen Greer segir, doktor Stephen Greer þá erum við að tala um svona miðjan janúar þar sem þessir einstaklingar stíga fram sem er bara í næstu viku Já. Mér finnst að við eigum þá, hérna ég, þú og Mikael að hittast aftur taka púlsinn á því sem er að gerast rétt áður en að Trump verður innvígður og taka þá lendinguna á þessum uppljóstrunum sem að mögulega hafa átt sér stað og fara aðeins tilbaka skrúa okkur tilbaka til Roswell skrúa okkur tilbaka til Phoenix Lights, þetta eru svona góð dæmi og svo auðvitað söguna Bob Lazar og vísindin þar á baki Já Þá erum við svolítið búin að taka og allt þetta svona ridiculið og allt þetta stigma og alla þessa hæðinni alla þessa lítillækkun sem hefur átt sér stað Já. Og er verið að breyta því nú getur þú hérna bara veist,
sem bara venjulegu kennari hérna, Fjölskyldufæðir í Breiðholtinu. fjölskyldufæri í Breiðholtinu. Nú getur þú bara leyft þér að vera hérna bara með bert andlit og nafngrendur, eitthvað bara að tala um þessa hluti á þess að vera dæmdur sem einhver síkópati. Já, það kemur nú kannski ljós bara svona En kjölfarið. til þess að loka þessu, Mhm. það er frábær saga þegar við hittum hann hérna sameiginlegan vinn okkar hérna, sem hann kannski ekki nafngreina, hérna hann er á Tjarnargötu daginn. Já, Þegar hann segir okkur söguna af, ég ætla ekki að nafngreina hann, en við köllum hann bara Kidda frænda. Kiddi Klikk. Já. Þetta er semst klikkaði frændin sem að er búin að vera klikkaði frændin í áratugi. Því hann trúði á geimverur. Og þessi félagi okkar sem átti þennan frænda, hann segir okkur það, báðum, að tvisvar sinnum á ævinni hafi hann séð flíildi. Og með annari mannesku í bæði skiptin, ekki sömu manneskjun í bæði skiptin, en hann har aldrei verið einn. Og í hvorugt skiptið undir neinum áhrifum og neinum efnum eða neinu. Það sem að bara sér þetta skýrt, þannig að þetta svona vekur einhvern áhuga hjá honum og í einhverju ættamóti daginn, þá vippar hann sér upp að Kidda frænda sem situr hérna í einhverju lyfjamóki, búin að vera þær í 30 ár og enginn enn er að tala við hann því hann er svo klikkaður. Og hann spyr hann, heyrðu, Kiddi, hérna, ertu til í að segja mér hérna frá geimurunum? Og það lifnar yfir Kidda. Já, svona þegar hann sá að hann var ekki að gera grín á hann. Já, nákvæmlega. Þegar hann átti að segja því, hann virkilega vildi heyra þetta. Já. Heyrðu, hann bara lifnar úr lyfjamókinu, eflaust í fyrsta skipti í marga áratugi, og hann segir honum frá því sem hann veit. Og þú kannski leiðréttir mig ef ég er að fara með rangt mál. En hann segist hafa fyrir mörgum áratugum síðan komist í samskipti við geimveru. Sem að segir honum það að í okkar vetrabraut séu 182 ólík samfélög á ólíkum plánundum. Já, eitthvað svo leiðis. Manni hvort það var 182 eða 128. Og langflest þessara samfélaga vita af hvor öðrum. Og það er sko Galactic Federal. Og jörðin þykir mjög merkileg og áhugaverð og Galactic Federal fylgist með okkur því að við erum eina samfélagið í allri vetrabrautinni sem að erum ennþá að nota vopn og sprengjur á móti hvort öðru innbyrðis. Og því ég heyrði þetta, ég var alveg bara, vá. Ég veit. Ég meina, við höfum nú talað það eins og þörf mannkyns að verða snert af hinnu upplýsta alvaldi. Við höfum kallað eftir hinnu upplýsta alvaldi. Já. Og hvað er það annað en sko bandalag sem er ekki varnabandalag, sem á að vera voða gott, Eða hernaðabandalag. eða sóknabandalag, heldur sko friðarbandalag. Og sko raunverulegt bandalag sem er raunverulega kyrt áfram af samkennd og kærleik og vitundar það að okkur lífverum, að okkur er ætlað að þroskast í námunda við tækni og það getur vel verið að við breytumst í einhverja hybrids, en við viðhöldum kjarnanum sem snýr að uppgötvun og könnunarleðangrum og kærleik, tengslum. Nei, við skulum bara sprengja þetta. Sprengja þetta í tellur. Já. Apar með atombombur. Mér fannst þetta geðveik saga, sko. Þetta snerti mig. Já. Því að svo þegar ég horfa á svona lýsingar eins og ég var að segja frá áðan með þetta kjarnorku helvíti. Veist, og eins og í dag, sástu fréttina í dag, þetta var í fréttum með sko blóðugan hnífabardaga milli tveggja hermanna, úkraínskur hermaður í sko hnífabardaga við rússneskan hermann, hann var með svona bodycam. Veist, þetta var myndband bara í 4K hérna í fréttamiðlum, þar sem einhverju 2 hermenn sko sem byrjaði að skjóta hvern annan, þeir enduðu í hnífabardaga upp á líf og dauða, þannig til að rússneski hermaðurinn tókst að særa hinn það mikið að hann var að deyja. Sástu það? Nei. Og þeir töluðu sín á milli hermennirni þegar
þegar að úkrainski hermaðurinn lá þarna í blóði sínu og hann segir þarna bara þú barðist vel og hinn segir já þú barðist líka vel já en þú barðist betur og bara takk og bara og svo drap hann nei og hann sagði ertu til í að fara frá mér og leyfa mér að deyja bara í friði og rússneski hermaðurinn labbar í burtu svo enda myndböndi af því að úkrainski hermaðurinn tekur upp handsprengju og sprengir sig í loft upp Var þetta í fréttum? Þetta í fucking fréttum bara núna þú getur bara flettis upp og þetta átangalegt og þetta hræðilegt og þetta sorglegt og ég fyllist bara sorg þegar ég horfa á svona rugl þannig að ég vill lengra ég kalla eftir henni upplýsta alvaldi Arnór, ég búin að fá nóg af þessu sko. Bjarni Ben líka hann er farinn Já. Elvis has left the building Herru, kóngurinn hefur yfirgefið svæðið og við ætlum að yfirgefa svæðið og við sjáum ykkur aftur eftir segjum 10 daga Já, eftir viku 10 daga eftir að búa að droppa mæknum Já, það er aldrei að vita ég ætla ekki að segja, ég vona ekki neitt nema bara, ég vona bara að allt fari á þann veg sem það á að fara en þarna við bara tökum þetta upp aftur eftir viku 10 daga og vonandi sko Lifum við svo lengi Herru, já Þetta ekki bara komið? Bara peace out Herru, namaste